Nú ætla ég að sýna ykkur hvernig á að leysa dæmi 3 í þessu hlutaprófi og okkur er gefnar eftirfarandi upplýsingar að Norður-Kórea framleiðir snjallsímana og spjaldtölvurnar Sweatshop Techung. Líkurnar á að snjallsími hjá þeim sé gallaður er 0,37 og líkurnar á að spjaldtölva sé gölluð er 0,31. En nú kaupir FIVA 3 snjallsíma og 3 spjaldtölvur frá þessu frábæra fyrirtæki. Hver eru líkurnar á því að öll tækin sé í lagi? Og nú sjáum við strax að ef verið athuga að það er spurt að þeir séu í lagi en okkur er gefið sem sagt líkurnar á að sé gallaður. Þannig að það er ágætis hugmynd að byrja strax á því að finna þá líkurnar á að snjallsíminn sé í lagi og hérna sem sagt getum við bara að skrifa hjá okkur að það er 0,63 líkur á að hann sé í lagi. Fyrst að líkur á þessi gallar er 0,37. Þannig að þetta hérna væri alltaf jafnt og einn heill. En hérna, spjaldtölva sé gölluð, 0,31 líkur á þessu gölluð, og þá hljóta að vera líkurnar 0,69 á sé í lagi. Við höfum þetta strax í huga. En förum nú í spurningarnar. Spurt er í A, hver eru líkurnar á að öll tækin séu í lagi? Sem sagt, 3 snjallsímar og 3 spjaldtölvur. Þannig að við skulum byrja á að reikna bara snjallsímana. Og það sem við ætlum að athuga samt er að allir þessi 3 af þessum 3 séu í lagi. Og líkurnar á að snjallsími sé í lagi er þá það sem við fundum út hér, 0,63. Og við setjum það bara 0 hérna því við erum að athuga akkurat 3. Svona. Við erum komið með einhverju tölu. En það er alltaf spurt báðar gerðirnar. Þannig að ég þarf að margfalda núna líkurnar á að spjaldtölvurnar allar séu í lagi líka. Þannig að ég ger aftur 3 og aftur 3 en núna tek ég þessa tölu hér 0,69 og svo 0. Svona. Og þá eru komið rétt svar. Svo er spurt í B, hver eru líkurnar á því að 2 símar virki en engin spjaldtölva virki? Og við fyrir sömu leið og í A. Við byrjum bara á símunum. Sem sagt, hver eru líkurnar á að 2 símar virki? 2 af þessum 3. Probability á sími virki er 0,63. Og það er spurt akkurat 2, þannig að við erum bara með 0 hér. Svona. En þurfum svona aftur að margfalda núna líkurnar á baku spjaldtölvurnar að það virki engin af þeim. Setjum þá inn það sem ef engin virkar þá er rauninni 0 hér af þessum 3 sem eru keyptir og líkurnar á að virka er 0,69. Og við erum að athuga með akkurat engan, þannig að við erum með bara hérna, að því að 0 hérna bara akkurat 0, þá setjum við 0 hér. Og þá er komið svarið þar. En C-liður, öllu þyngri, að því að hver eru líkurnar á því að meira en helmingur tækjana virki? Meira en helmingur tækjana af 6 tækjum er þá 4, 5 eða 6. En þetta getur komið fram á mjög mismunandi hátt. Við getum verið með 1 snjallsíma sem virkar og þá 3 spjaldtölur eða 2 snjallsíma og 3 spjaldtölur og svo framvegis. Þannig að í þessum tilfellum þá finnst mér mjög gott að gera bara lista. Ég ætla að gera hann hérna með ykkur. Svona. Og út frá þessu, að því að ef ég til dæmis með
ég set bara upp alla möguleika. Ég hef með 3 síma sem virka og 3 spjaldtölur. Ég hef með 3 síma sem virka og 2 spjaldtölur. Með 3 síma sem virka og 1 spjaldtölu, 3 síma sem virka en enga spjaldtölu. Og svona getum við gert þetta. Ég ætla að reyna að vera fljótur að þessu. Svona. Og svona. Þetta allan að gerir þetta miklu þægilegra að vinna út frá svona lista. En nú skulum við finna bara allar líkurnar og ég mæli þá sérstaklega með því að þegar við erum að setja inn í beinútistfallið að velja reytina. Ef við veljum reytina núna í fyrsta útreikningum okkar, þá getum við dregið niður hérna eftir og fengið allt sem við viljum. Þannig að við skulum byrja bara hér. Við ætlum að athuga með að tækinu virki. Byrjum þá bara hér og byrjum á símunum. Þannig að núna ætla ég að velja mér þessa tölu. Trials eru vissulega 3. Probability er 0,63. Og nú er ég að vinna bara með eina tölu. Þannig ég set 0 hér. Ok. Þá ætla ég að margfalda þetta við líkurnar á tölvunum. Ég þarf að hafa mér hérna nákvæmlega sama hátt. Hérna er ég með 3, sendi vel hann, set 3 hérna. Probability er 0,69. Og ég set 0 hér. Svona. Nú ætti ég að geta dregið niður. Breytum þessi prósentur. Svona. Og tjekka ná hvort ég sé ekki með alla möguleika. Af því að samtals allir möguleikar gefur okkur alltaf 100%. En út frá þessu getum við farið að merkja við í rauninni hvað er að uppfylla þessi skilyrði sem við erum að biðja um. Hver eru líkurnar á því að meira en helmingur tækjanna virki. Og meira en helmingur tækjanna er sem sagt öll samtala sem gefur okkur 4 eða meira. Til dæmis þessar hérna. Þessar gefa okkur alltaf samtals 4. Þannig að það er ágætt bara að merkja það aðeins. Svona eitthvað. Svo heldum við áfram. Þessi myndi aldrei gefa okkur 4 en þessi gerir það. Hún gefur okkur 5. Þessi gefur okkur 4. Þessi uppfyllir ekki skilyrðið, ekki þessi, en þessi gerir það. Og engin fleiri pörun uppfyllir skilyrðir 4 eða fleiri, sem meir en helmingur. Þannig að það sem við gerum núna er að við leggjum bara saman þessa líkur. Bara jafnt og þessi pluss þessi, svona pluss þessi pluss þessi pluss þessi. Nú erum við komið allar líkurnar og þá erum við komið loka svarið okkar. Vissulega þungt dæmi en það er hægt að fara auðvelda leið og ég mæli alveg einst bara sérstaklega með því að gera svona töflu ef þetta kemur nú aftur á prófi.